Áttu ekkert annað? Nei, þetta það síðasta. Ætlar ekki að halda jólin hér heima? Mömmu finnst vera kalt hérna heima. Þess vegna förum við það sem er hlýrra. En er einhver jólastemming þar? Er jólamandi þar? Það held ég. Þá er þetta ekkert mál. Þú kemur samt með í jólabóð hjá Viktoríu, það ekki? Já. Þá í bílinn fyrir mig og passaðu þig, engar rispur, bílinn er alveg nýr. Núna? Já, og settu á svo reikningi minn. Jáp, gerir það. Hvað er aðhlunur? Ég þarf að athuga dálítið. Já, Birgir. passaðu bara, gerir varlega. Er pabbi búinn að koma ykkar? Nei, ég hef ekki séð hann. Hann ætlaði að kaupa jólatré í dag. Þá er hann seinna á sér, Linur. Síðasta tréð var að keyra burt. Æ, nei! Pabbi! Gleymdirðu að kaupa jólatré? Já, ég glemdi því kannski ekki beinlínis. En þú mundið ekki beinlínis heldur. Já, það má kannski líka orða það þannig. En við verðum að vera með jólatré. Já, slakaðu á, ég skýr strax niður þessi til bygga. Þau eru uppselt hjá pappa. Uppseld? Við verðum að fá jólatré núna. Já, auðvitað höfum við jólatrí. Þá gerum við það bara upp á gamla mátan. Hvernig þá? Komið með niður í skúr. Það má okkur sjá. Við þurfum almennileg verkfæri til að saga niður jólatrí. Öxi, sög. Já, nú verða sko jóla á bænum. Ætlar að saga niður tré? Já, þú hugsa með það, já. En þá drepur tréð. Trjám, þeim finnst gaman að vera jólatrí. Hvernig veistu það? Þetta vita allir. Held ég. Pabbi, getum við ekki bara fundið tré sem er þegar dautt? Svona þurrt sprek. Nei, það er best að Marti sjá þetta. Svona. Jæja. Hvað er að, Kaja? Það er leiðilegt að Martin ætla að drepa tré. En ef hvað? Ef við flýtum okkur út í skó á undan pappa, þá finnum við kannski tré sem hefur drepið sjálf. Já! Hvert eru þið að fara? Við ætlum að finna jólatré sem hefur drepist sjálf. Já, og ef við finnum það undan, lofarðu þá að drepa ekkert tré. Það er í keppni, já. Allt í lagi. Þau fyrstu sem koma tilbaka með jólatré hringja bjöllunni. Og þá er keppninni lokið. Má ég vera með? Nei, Klara hvell. Komdu bara með mér, Klara mín. Já! Svo þegar þið heyrið í bjöllunni verðið þið að snúa heim. Hvað ef við hringjum bjöllunni á undan? Þá verður þú að koma heim. Gangi ykkur vel. Megið sá með besta útbúnaðin vinna. Tilbúin, viðbúin, af stað! Komdu, nei, Klara þarf að skipta um föt! Skrambað! Þú verður að fara í útifötin, Agnes! Við verðum að flýta okkur, annars töpum við. En ég þarf að pissa! Þú, jæja, flýttu þér að minnsta kosti. Hvernig sjáum við að tréð er dautt? Það liggur á jörðinni. Flýttu þér nú! Já, ekki reka á eftir mér. Þetta er flott tré. En það stendur, þá er það lifandi. En við getum sparkað það niður. Það er alveg það sama og að saga það niður.
hundurinn hennar Þrúðar. Hann á eftir að éta mig. Rekum hann burt. Hvernig eigum við að sleppa frá honum, Akaja? Ég veit ekki, en Atif segir að ef maður rekst á björn í skóginum, eigi maður að þykjast vera dauður. Af hverju? Af því þá fyrir björnin í burtu. Heldur að virki líka hunda? Ég veit það ekki. Prófum það. 1, 2, 3. Já. Nói, þú ert dauður. Það tókst! Já! Þetta er flott jólatré. Nei, maður má bara ekki velja fyrsta tréð sem maður sér í skóginum. Nei, til að finna jólatré verður maður að þreifa sig áfram. Velja tréð sem tala til manns. Ég hef aldrei heyrt talandi tré. Þá hefur ekki hlustað nógu vel. Komdu. Fullkomin breidd, fullkomin hæð, fullkomið jólatré. Pabbi, við getum ekki sagað þetta niður. Nú, á hverju ekki? Út af fuglunum. Fuglar? Já, hvað með það? Þeir eiga heima í trénu. Þeir verða bara að finna sér annað tré. Fylgstu nú með. Meistar eða störfum. Klara? Klara? Hvað ert að gera þetta uppi? Komdu niður. Nei! Ekkert rugl, ég þarf að höggva niður tréð. Ef þú heggur niður tréð þá dett ég niður og dey. Hvað ertu nú að vesenast? Fuglarnir búa hérna og það gerir ég líka. Frábært. Við verðum að finna annað tré. Já! Já, flýttu þig nú. Já, já. Sjáðu, Hlynur. Fjall þetta tré af sjálfur sér. Það lítur út fyrir það. En það lítur ekki út eins og jólatré. Jú, ef maður skreytir það með jólaskrauti, þá verður það jólatré. Við verðum að flýta okkur heim og hringja bjöllunni. Hvað eru þið að gera hér? Við ætlum að taka þetta jólatrið, Þrúður. Í skóginu mínum? Skóginu þínum. Þetta er minn skógur og þið eigið ekkert með að vera hér. En Þrúður, megum við ekki taka þetta tré hérna sem datt bara sjálft? Ertu frá þér? Þetta er mitt tré. Ég ætla að fara með það heim, ég ætla að höggva það niður í litla búta og nota í eldi við. Og ef þið komið ykkur ekki heim undir eins, þá ger ég það sama við ykkur. Hlaupið! Akaja, maður þetta með bjöllin. Já. 1, 2, 3, við erum þau. Halló? Krakkar? Krakkar? Hvað er að ykkur? Kom eitthvað fyrir? Jæja, þá fer ég. Já. Hlynur, þetta virkaði líka á hana. Hún tók jólatrið.
Hún tók það og fór með það inn. Hún sagði þetta væri hennar tré. Hún laug því skógurinn er fyrir alla. Við náðum trénu fyrst, hún stal því. Við megum stela því aftur. En má það? Það er alltaf lægi að stela hlutum sem aðrir eru búin að stela frá manni. Nú skulum við drífa okkur. Svona nú. Hérna, undir álfinum. Þetta of stórt. Lítið nú. Komdu. Heyrðu, sjáðu, þarna það. Sérðu? Sérðu það? Heyrðu hvernig það talar til okkar? Nei. Farðu að því, legðu eyrað að. Sæið mig niður, ég vil vera jólatré. Já, ég heyri það. Flott. Eru nokkrir fuglar upp í þessu? Nei. Nei, flott. Þá kýlum við á það. Má ég fara heim núna? Nei, við verðum fyrst að finna tréð. Sjáu þið. Hérna það. Hver er þetta? Þetta hlýtur að vera Þrúður. Þetta getur ekki verið Þrúður. Hún brosir. Þá hlýtur þetta að vera maðurinn hennar. En hvar er hann núna? Kannski er hann dáinn. Eða kannski hefur hún höggvið hann í búta og notað hann í eldi við. Hún Þrúður er bara falleg þegar hún brosir. Sko, það er bara 2 gjafir. Gleðileg jól til Þrúðar frá Garmi. Gleðileg jól frá Garmi til Þrúðar. Ég held að hún Þrúður sé svolítið einmana. Er það þess vegna sem hún er alltaf svo úrill? Af því hún fær svo fáar gjafir. Nei, af því hún er svo einmana. Hvað ertu að hugsa, Hlynur? Ég er að hugsa að ef við bjóðum Þrúði í jólaboðið á morgun, þá verður hún kannski aðeins vingjarnlegri. Það hljómar ekki vel. Nei. Og svo getum við gefið henni fleiri gjafir. Hvað er að gefa henni? Ég á jólasúkkulaði, passa það ekki vel? Ég á þennan hitamæli. Og ég á heilræði sem ég fikk í dagatalinn í dag. Brostu frá mann í heiminn og þá brosir heimurinn við þér. Og ég get skrifað boðskort. Já. Það sem skiptir öllu núna er að fá ekki tréð í höfuðið. Hvernig gerir maður það? Jú, þá verð ég að reikna út hvernig tréð mun detta. Sjá nú til. Þá erum við með þennan halla hér og síðan ef ég hegg samtíða í kross, þá sé ég til að það falli í þessa átt hérna. Allt í lagi. Jæja, þá er ég búinn að reikna út. Ef þú stendur nákvæmlega hérna, svona, þá ertu örugg. Því þegar ég saga tréð hérna, svona, já,
þá fellur það í þessa átt. Þú ert svo klár, pabbi. Já, ég hef áður verið út í skógi að vetri til. Eigum við að byrja? Já. Nú verða jól. Hvað í ósköpunum? Hún er að koma! Nei, hvað í veröldinni? Komiði! Já, en... Kæra Þrúður, velkomin í jólaboðið á morgun 6:30. Hlynur. Nei, það fellur í vitleysu á. Stóð ég á réttum stað? Já, það gerðurðu reyndar. Því ef þú hefði staðið millimetra lengra til hægri eða vinstri þá hefðurðu fengið tréð í hausinn. En ef þú stóðst akkúrat þarna þá fór allt vel. Þú veist svo margt skóginn, pabbi. Já. Kannski getum við fundið nýtt tré. Bjallan ekki búin að hringja. Æ nei, nú er það seint. Þetta er ekkert smáræði, já. Passaði að fá það ekki augað. Jæja, krakkar, fundið nokkuð tré. Það lítur út fyrir að Martin það unnið. Júha! Það gengur betur næsta ár. Já, gengur betur næsta ár. Gengur betur næsta ár. En það er langt þangað til. Hopp og skopp og hí og hæ. Svona nú, pabbi. Við unnum. Er þetta ekki dálítið stórt? Jú, það er ekkert vandamál. Þá sögum við aðeins neðan af því. Ó, já. Þetta er Þrúði að kenna. Ef hún hefði ekki tekið tréð, þá hefði við unnið. Halló? Verið dauð. Bíðið aðeins, sjáu þið. Já, ég hugsaði málið og það voru jú þið sem fundu það. Svo þið megið eiga það úr því það er að koma jól. Gjörið svo vel. Takk kærlega. Og takk fyrir gjafirnar og jólaboðið. Þrúður, Já, þú ættir að brosa meira. finnst þér það? Þú ert miklu fallegri þegar þú brosir. Sko, okkar eigið jólatré. Þetta lítur nú ekki út eins og jólatré. Við eigum líka eftir að skreyta það. Svona. Nú skulum við sjá. Pabbi, ég held að þakið sé fyrir. Já, þá verðum við að taka aðeins meira af því. Pabbi, megum við þá lánaði jólaskraut? Hvað ætlar að gera með það? Við ætlum að skreyta tréð okkur í garðinum. Nei, því ég þarf að nota það. Finnið eitthvað annað. Hvað þá? Það veit ég ekki. Bara eitthvað. Bara eitthvað? Sjáðu hvað þetta er fínt, Nói. Sko, ég gerði þetta. Settu þetta hérna. Þetta flott.
getur skreytt jólatréð. Er þetta ekki flott? Rosa flott. Sjáðu hér alveg efst upp. En ég næ ekki þangað. Við tökum hálfa metra í viðbót, það hlýtur að duga. Já. Pabbi, þetta nú svolítið skrítið. Komdu með þetta. Hæ, Klara. Á. Jæja. Hvernig líst þér á? Það þyrfti kannski að snirta aðeins toppinn á því. Þetta er flott. Þetta er birki, ekki jólatré. Þegar maður skreytir tré, þá verður það jólatré. Sí. Jæja, þá syngjum við. Göngum við í kringum, eini berjarinn, eini berjarinn, eini berjarinn. Göngum við í kringum, eini berjarinn, snemma á mánudagsmorgni. Svona gerum við okkar. Heim vil ég jólin, heim í gleði þegar klingjandi klukkur hringja jólin inn. Friðsæld yfir öllu, fagrir söngvar, tendra vonir í brjósti sér hvers manns og börnin stilltu bíða að stundin megi líða og hefjast heilu